stígur í hans stað og hann var einmitt, það var verið að reyna að tjasla Ísak hérna fyrir leik en Jason kom inn í hópin í staðan fyrir hann og hann í byrjunarliðinu, kemur IB að byrja með tvöfalda skiptingu, Ívar Bessi og Jason. Samtal eru samanlagt 31 árs held ég. Nei. Fyrsti tapaði boltinn. Já, skref! Og Pavel Miskevits étur hann. En leikur IBF og Aftureldingar í bikarnum byrjaði nú svolítið svoleiðis að Afturelding byrjaði töluvert betur. Þeir byrjuðu sterkari þeim leik og voru bara betri til að byrja með. En svo tóku okkar menn yfir höndina. Og vel varið. Hugo Batinn byrjar þetta sterkt. Markverðirnir menn leiksins til þessa. IBF byrjar í hefðbundinni 5-1 vörn. Já. Og ungir Eyjamenn hér nánast í hverju stöðu. Og þeir náðu. Þetta Ívar Bessi örlítið og framalega og hann nær sendingunni aftur fyrir hann. Það er oft með IBF vörnina, Pálmi minn, að þegar hún opnast þá galopnast hún. Já, þetta. Frábær sending. Það bara svo leiðis, já. Kári með frábært mark. Góð sending hjá Elmari. Og það sama sending en þarna Ívar Bessi á réttum stað, hálfsbreytt frá því að stela þessum bolta. Mikið. Hann mættur. Pavel Ver. Hann ver aftur. Hvað runnið á hann æði hérna. Pavel kom með 3 bolta varða. Hann tekur á sig á Kári. Já, þetta allt í... Já, flauta bara lítið og snemma. Ég skildi nú vel hann að þið flauta þarna. Það var runni út í sandin en samt ekki. Já, þetta var hana. Það var svona eiginlega búið. Með honum með Magnús að dæma. Hann hefur ekki alltaf verið svona léttur á fæti. Nei, þetta er bara stórglæsilegur. Toppstandi en Arnór. Tvöitt IBF. Þeir eru, Þeir voru að æfa þetta hérna fyrir leik og hefur gennilega ekki gengið nóg vel en þetta kemur örugglega hjá þeim. Vel spilað og Gauti Gunnarsson. Hugo Batinn minnir á sig. Það sitt annað skot. Tvö-eitt og að lífi í leiknum. Það hraði. Þetta verður hörkuleikur. Það er nú bara ekkert smá heppnir Aftureldingarmenn að fá að koma inn að tvisvar bara með stuttu millibili. Og í landi upp. Já, það er ekki allir sem... Það er ekki allir sem fá það frábært skot. Gunnar Steinn. Birgir Steinn segir. Birgir Steinn. Frábært skot. Birgir Steinn búinn að spila vel upp á síkastið. Og Jason, þetta góð vörn hjá Aftureldingu, stoppa þetta. Jason í Eyjablik, sterkur hann á svellinu. Já, þarna hann tikkar náttúrulega í Eyjablik og vinslustöðuna. Já.
Hann verður sendur í þau fyrirtæki og betta pening. Og góð sett í Gauti. Að sjálfsögðu. 3-2. Gott flott hjá Eyjamönnum þessa stundina. Þorsteinn Leó í stöngina. Og sækir svo víti. Ósammála. Brotið byrja fyrir utan en... Já, það alltaf sama sagan. Ef ég væri dómari, það er svona smá kikka, dæma fríkak eða vítakast. Það gaman. Smá bríþer. Pavel heldur áfram. Hann með... Pavel með fjölskylduna sína í stúkunni og það greinilega að hafa áhrif. Já, ég meina... Hann flaug henni yfir. Þetta bara allt annað maður. Stór fjölskyldunni, enda á frábæru launum hér á ÖBF. Og Arnó kemur á þetta. Það rennur til. Missi fótana. Já, hann komin í gegn. Láta hann bara vera. 3-3. Já, taka þetta rétt. Þriðji tapaði boltinn á Elinu. Já. Það full mikið á 7 mínútum. Og Viera í gegn. Vel spilað, enga síður. Já. Kukubat vel hana vel. Birgir Steinn upp í loftin. Má ekki við margnum. En það verður náttúrulega hér á eftir. Mun náttúrulega væntanlega Elís Þór fá tækifæri að hægra megin. Já. Frendi. Hann náttúrulega skarta treyju nummer 73. Þetta er mikil ábyrgð. Já. Ekki allir sem geta treysta sér í það. Það verður gaman að sjá hann pröfa sig í treyjunni. En náttúrulega við erum náskyldir, mæðra synir. Já, það er þannig. Og góð bolti, Íhor, góður slútari. 4-3. Já, flottur Arnór. Íbjað svarum hæl, 4-4. Og góð setting. Hann náði eiginlega ekkert að temja boltan eins og maður segir. Nei, þeir voru Þorsteinn Leó var komin hann einn og eðan sjó. Flautar. Nú. Hvað segir hann? Það hefur verið góðleg skipting. Hjá hverju? Hérna. Já, Kári fætt 2 mínútur. Tekur þetta á sig. Allt og margir. Já, við vorum kominir á margir inn á örglu. Það náttúrulega, reglurnar eru skýrar. Já. Ef þú getur frætt okkur það, Pálmi, hvað mega vera margir inn á vellinum? Ekki bara 7? 7. Þá höfum við verið 8 Eyjamenn inn á vellinum. Það er ólöglegt. Já. Birgir Benediktsson kominn inn á í sóknir og Árni Bragi fyrir á miðjuna. Birgir Ben. Og Stefán Magnir í horninu hægra megin, þannig að þeir eru með 3 örfenda út í línni. Það er vel spilað, góð yfirtala, Íor í gegn og skorar á öryggi, 5-4. Og spilar afturölding framar. Vel losa sig. Þarna finnst mér dómarinn vera full bráður á sig að flauta. Já, þetta er nú algjör óþarfi, alltaf Leó sagði að fljóta. Það er ekki meira í þessu en þetta.
Þeir eru svolítið að... Það er vel Já, spilað, vel þeir spilað prjóna sig í gegn. Fimm. Já, þetta fer Frábær vel. handboltaleikur hér í leikhúsi Draumana. Já, það fer vel af stað. Og Hann hefur, Já, hann hefur eitthvað. meina hann stígur undir hann. Já, eitthvað. Og þannig eru bara reglurnar núna. Já, þetta er bara... Réttur hornamanna er orðin meiri. Það er tvíeggja sverð ef maður hugsa tilbaka þegar maður var að spila. Já. Ég hefði fengið 1000 víti í viðbót en ég hefði líka verið ansi mikið út af. Já. Þannig að það er örugt. Árni Bragi skora núna. Eyjamenn núna með 2 menn í kælingu en 15 sekundur í Kára. Eða já. Og væntanlega spila hann hér inn á. Og tíminn, núna kemur aukamaður. Þannig að nú er einungis 1 maður í kælingu í IBF. Það er farið hér í Kaíró. Einhvers konar. Og við spila á Brekkin og hann ver. Já, þetta var ekki nógu gott færi. Það hefði ég skotið honum niður í fjær og skorað og fagnað. Jú. Þetta er smá brekka núna, Afturelding opnar hægra hornið og vel Stefán klárað. Magni skorar. 7-5, Afturelding svolítið Opin færi núna, góð færi. ofan á. Já. En vissulega IBF búið að vera í undirtölu. Já, búin að vera smá ströggl. Elmar dreifur frá Arnór á. Man sér hér að IBF er að reyna að draga frá og vilja fá 1 og 1 stöðun á Birgir Stein. En ná ekki að gera það nógu vel. Já, vel varið. Pavel Ekkert í þessu búinn að mikilvæga standa slag. fyrir sínu, kom með 5-6 bolta var það. Já. Hann er vel gíraður. Hann er alltaf í góðum gír, okkar maður. Hann er líka búinn að æfa vel, mætir á allar æfingar. Já, með bestu ástundun. Já, hann er frábær, mætir mjög vel. Já, hann tekur að sjálfsögðu. Þetta er slútið sem ég var að tala um áðan. Breki Þór Óðinsson styrtur af Gucci og öllum þessum merkjum. Já, hann er... Gengur ekki í skóm sem að kosta minna en 30.000. Nútíma útgáfa bróður sínum. Það er bara svoleiðis. Þetta er neyslumaður. Það er vel skotið. Birgir. 8-6. IBF kemur hratt á. Það fríkast. Þá fer IBF í stöðukritíku, kemur Kaíró. Elmar væntanlega að fara á þetta. Koma...
Hann fær einn á túllan, þetta sýnist mér. Sko, annarkort. Já, hann fekk einn á túllan. Já. En þetta var svona runnislíkt líka að þessu. Ég er ekki, þú veist, reyni þetta aldrei rautt. Þegar menn sem að vinna við að vaða svona inn í varnir, þeir fá einn á túllan annars slagið og þá bara 2 mínútur. Menn þurfa að taka höggi bara á kassa. Það bara svoleiðis. Það ætla sér enginn að slá menn utanundir. En já, það Birgir Steinn sem var 2 mínútur. Já, bara vel leist hjá frábæru dómarapari. Já. Þeir eru búin að vera með þennan leik bara í teski það sem hafa En svo konudagurinn á morgun, Pálmi. Já. Ert þú klár? Já, svona hluta til. Maður á eftir að bæta jarðarberunum ofan á kökuna. Það bara þannig. Ég ætla að vesla eins og enginn sem morgundagurinn á eftir. Og koma konunni rækilega vel og óvart. Hamingjusöm kona, eða það kona? Jú. Kemur í björnþáttur. Og það yfirtalan. Þetta var alveg á tæpasta vaði að vera ólögleg blokk en breytir ekki. Það var nú bara eins og umferðarstöð þessar skiptingar í afturhendingu. Það fóru 4 út af og 4 inn á. Skipta aðeins út. Gísli Rúnar Jóhannsson kominn á miðjuna. Frændi Benóni Friðrikssonar. Það er svona svipuð holning á þeim. Svona Benóni spilað á miðjunni líka upp yngreflokkana. Já, stjórnaði umferðinni. Hann var umferðarstjórinn. Það er bara sirkusmark hérna. Já, þeir náðu að þræða sig í gegn. Þeir náðu að standa vörðina mun betur leikmenn Aftureldingar. En Elmar klónar sig í gegn. Svara strax. Ég var besigreinlega aðeins að skerma af. Mjög hreyfanlegur hérna fyrir framann. Já, lesi í gær. Nei. Óeppilegt. Já. Vel spilað. Já. Frábærlega spilað hér. Nýttu tíma vel. Full skipað í báðum liðum. Það þurfa að fara að þétta vörðina betur ef menn. Góð setting. Þetta er flott vörð. Já, Jason kemur vel út í þetta. Höndinu uppi Þorsteinn Leó. Vel varið. Það bara skaut. Skaut Pavel inn í markið. Þetta var fast. En? Nei, aðja. Það sleppur til hérna. Sigtryggur Daði komin inn á. Spilaði hér síðu sóklinga. Hann á svolítið inni þetta tímabilið en hefur aðeins verið að vakna. Já. Við þurfum á honum að halda. Hann þarf að stíga upp núna þegar mest á reynir.
Og Patrik Vieira hér með slæmt skot. Já, þetta var, eins og menn segja á fagmáli, ótímabært skot. Sér Elís Þór hér horfir, hann er að reyna að ná augnsambandi við þjálfarann. Já. Ekki sáttur að vera í frystikistunni í sínum fyrsta heimaleik. Nei, það... Já, hann þarf að taka kolpaugun af og setja grimmu augun á. Taka Míró augun af. Já. Þetta var nú ekki neitt. Nei. Og þeir aftur í sitt og sitt. Þetta er greinilega, þetta er þaulæft. Þannig þeir eru mikið að leita af þessu gati. Þetta er viðkvæmt gati í IBF-vörðinni. Þarna þurfa menn að vera meira vakandi. Þetta hjálpar að Þorsteinn Leó er 2 og 12. Hann er standard ljósastaur á hæð. Það hjálpar. Það er auðvitað að finna hann en marga aðra. Tæpur að vera út af hann. Já. Nú situr ykkur. Og vel. Góð vörn. Frábær vörn hjá Aftureldingu. Og kemur klipping. Daniel Vieira. Já. Nei, ha? Það er mark, það er mark. Hann flautaði markið. Það er mark. Þetta er mikilvægt. Já, þetta leit út að vera dæma fríkast. Já, hann var náttúrulega að flauta 2 mínútur. Já. Hér kallaði dómarinn á til að fá aðhlýningu. Já. Ég byrst afsökunar, ég var bara svo... En þar var engin leikmaður, hann var bara kominn tilbaka. Ég var bara svo hlessa á þessu. En þetta var stemmingsmark, Pálmi. 9-11. Bergur Þór Gíslason fær 2 mínútur. Sest á bekkinn í kælningu. En til gamans þá er IBF einnig að keppa kvennamegin í Reykjavík á móti Íþróttafélagi Reykjavíkur í IR og staðan þar er 9-5 Eyja konum í vil. Og góð sending. Nei, þetta er bara steipa. Þetta er bara, Gult á bekkinn. Þetta er ansi ódýrt. Nei, það snert hann enginn. Hann kom ekkert við hann. Það kom ekki við hann, já, þeir bara dómar að gera mistök eins og aðrir. Þetta var þvæla. Þetta var bara rangur dómur, því miður, fyrir IBF. Já, fyrir utan það. En eins og ég sagði áðan, það er stemmings fyrir dómar að flauta víti. Þeir vilja vera með líka. Þeir þurfa að hvíla sig. IBF aftur hérna núna í yfirtölu. Gabrielinn og aftur verð Jóhann. Og hotkast. Tæp sending frá Elmari hana. Þetta er ekki færið sem við erum að leita. Þetta er Kukobats. En við höldum boltanum. Brekinn. Og það er bara Jetin aftur. Nú er bara held ég, það er svona momentið er svolítið með afturöldingu núna. Jóhann Kukobats er að eiga stórleik hérna fyrir áleik. Ekki fyrsta skipti sem hann er með sprækari mönnum vallarins hérna í Eyjum.
Þetta var ágætlega spila. Þeir eru En að góð spila vörn. skemmtilegan sóknarbolta, afturrætting fyrir áleik. Það er náttúrulega Birgir Steinn upp á flata. Miðja vörn í BF. 13-9. Þetta er bara létt. Afturrætting svolítið að taka leikin yfir hér. Já, þeir eru bara miklu klókari, betri, sterkari, ákveðnari. Og nú er sentimetra spursmáli á Magnúsi Kára. Já. Það er vondan haldið sig við þessa. Já, ég held að þetta hafi nú verið... Þetta hafi nú verið rétt. Dagur Arnarsson kominn inn á miðuna. Gabrielinn, vantar bara að senda boltan. Boltin gengur vel en kemur lítið úr þessu. Hendi komin upp. Kári leysir vel þarna undir. Góð setting á degi. Gleymaði sér í örskamma stund í vörninni. Búinn að standa hana frábærlega. 10-13. Klassa vörn þarna Jóbessa. Það þarf að taka þetta. Já, en hann er búinn að flauta, þeir verða að taka fríkastið. Drepur allt flæði í leiknum. Já, en þú getur ekki beitt reglurnar. Þetta var bara hárrétt. Hann átti bara að stíga fæturinn niður og taka fríkastið. Það sleppaði dæma. Það fengur nú sömu víti á hann og sambarilegt, en já. Pálmi ekki tala með hjartanu, nú erum við að lýsa leik. Ágætis sending, hræðilegt slút. Já, þetta er ekki gott. Tíu 13, 6 mínútur eftir, tæpar af fyrri hálfleik. Og Birgir Steinn í gegn, hann prjónar sig í gegn, en étinn af Pavel, hinn miskunnarlausa. Nei, það var ekkert, þetta var bara asnalegt. Þú var ekki skref. Menn geta minkað í 2 mörk. Dagur Finnur Kára sem er étinn. Það er bara Kúkabat sem er að... Hann er búinn að vera frábær í leiknum, eða bara báði markmenn. Halda afturheldingu hérna í þægilegri fólustuðu. Það er bara svoleiðis. Og Þorsteinn. Jæja. Þarna vil ég bara sjá Þorsteinn skjóta á markið. Já. Langt yfir vörninni. Lítið í þessu, en fékk samt aukakastið. Hann er mættur. Pavel. Flækjast þeir saman.
En og aftur geta EM minka hér í 2 mörk. Já, Og opna ná þessu svolítið niður leikinn fyrir í bóka hálfleikinn. átt. Já, nú er kannski Arnór að reyna full mikið hér. Já, Fá örlítið flæði á þetta. Það er vel spilað á Dagur, kemur þetta í já, vel gegn. gert. Skora öryggi, 11-13. Gott skot, Árni Bragi. Enn og aftur klikkum við úr hægra hóttinu. Þetta er þriðja skotið. Beint í hann. Það þarf ekki eins og að hafa fyrir að verja þetta, bara skot í magan á hann. Þetta er vel varið. Þarna fær Gauti einn á lúðurinn. Já, Það sem Íor er að reyna að losa sig. Dómararnir telja að þetta hafi verið löglegt olnbogaskot. já, það er En- athyglisverð nálgun. Það var svo sem ekkert mikið í þessu. Vonandi þetta veki bara Gauta. Fyrir hann. Birkir upp, klassa vörn. Hræðileg sending hjá Viera. Eftir frábæra vörn heimamanna. Rauningur. Já, át Ætlaði og að segja Gauti þetta á hugaður. Já. Þetta er svo fara fyrir... Henda sér fyrir lest, Þetta er- eins og maður segir. já. Það er enginn í hotinu. Gult spjald á bekkinu afturöldingu. Voru að mótmála þessu runningstómi eða? Þetta var nú bara Ég veit það ekki. eitt svo augljósast því sem maður séð en Getur aftur jukið munin í 4 mörk. já, Virðast vera með ákveðins tök á leiknum. já, Og tekur tekur G-höfðingin leiklef, Gunnar Magnússon leiklið. G-höfðingin. G-höfðinginn. Og eins og svo oft áður mjög áhyggjufullu maður að Já, sjá. maður býður bara eftir í seinni hálfleik þegar báðar hendur fara á höfuðið. Það er ekki heil brú yfir þessu. Agnar Smári, þetta er suicide mission hjá þér. Þetta er suicide. Það heyrði það nokkuð sinnum. Það þjálfaði hér Gunnar Magnússon. Gerði ásamt Arnari Péturssoni okkur að Íslandsmeisturinn 2014 Já. og 10 ár síðan. svo ásamt Sigurði Bragasinni 2015 bikarmeistarar. Hann átti góða tíma hér.
hann fer bara upp hér. Smá heppnistimpli yfir þessu marki. En vel spilað. 45 sekúndur eftir að fyrri hálfleik. Já, við þurfum að ná marki og koma svo all guns blazing út í seinni. Snúa svo leik við. Sekúndur. Spurning hvað IB ætlar að gera. Ráðast á þetta strax eða reyna bara. Já, hann rettar þessu. Já. Það endar í smá borðtennis. Já. Ellefu 15 aftur tekur við. Spurning hvernig Eyjamenn koma inn í seinni hálfleikinn. Birkisteinn upp. Þorsteinn. Er ekki að spyrja leikslokum. Þarna Stilla vel upp fyrir Þorsteinn Leósen. Kemst hann bara á. Ef hann kemst svona fær sín 2-3 skref þá er ekki við þetta ráðið. Nei. Þá þurfa Eyjamenn að fara spýta í ef ekki vill að fara. Góð setting og Sveinn skorar. Já, mark. Hann var komið með vítið. Já. Vel klárað. Nei, heyrðu. Þetta fór eitthvað þarna. Nei. Þetta hefur verið eitthvað svona Eurovision. Hann er mikið Eurovision barnan, Sveinn. Hann er spenntur fyrir kvöldinu. Hann er spenntur fyrir kvöldinu og gaman að skora og á Eurovision kvöldi. Þetta degi. Flottur. Birkisteinn upp og þetta er þriðja markið í dag. Það afturöldingu sem fer að varnarmanni. Það nú lína. Það er með línu hér á Jason. Ég bara tók ekki eftir þessu. Treystum dómarnum fyrir þessu. (17-12) Afturölding svolítið að lappa í burtu með hennar leik. Pálmi Harðarsson. Já, þeir eru bara búin að vera miklu betri. Birkir aftur upp. Vel varið. Mætti Pavel og Ver. Ég er að þetta verður gæinn bara að bara hann fer út af í næstu sókn. Já, þetta er bara ég meina við erum með borðleggjandi yfirtölu. Sammála, þetta er ekki rauningur. 18-12. Þeir eru bara betri, grimmari, bara allar sögumleiksins, betri vörslu, betri slú. Við þurfum að eitthvað stuðninga hana! Nei, hérna eru við heppnir. Já, þetta er fótur. Árni Bragi setur fótinn í boltan. Þá kemur frændinn á. Kemur Elís Þór. Elís Þór
Elísdór fyrsti maður í meistaraflokki, annar en Grétar Heiðarsson til að stíga fætin á völlinn, númer 73. Já. Og það skila strax ávöxtum. Já. Lífið er hana með akademísk drippla á línunni. Já, ég held að dómarinn hafi bara ekki tekið eftir þessu. Hann drippla, ég held að hún meir ekki drippla inn. Nei, heyrðu! Arnór stila honum. Já, vel gert. Það stemmingsmark. Já, kveiki í þessu. Þetta var sannkallað trix. Hann trixaði hann. Fjórtán, 18. Fimmtíu sekúndur í manninu á afturhendingu, hendin kominu upp. Það kemur skot. Og þetta er nánast gripið og sjáðu, þvílíkur íþróttamaður. Pavelinn miskunnarlausi. Fagnar svo á hóværð. Já, hann er alltaf mjög lágstemdur í fagnar. Og Elísdór beint inn og að sjálfsögðu setur hann. Hann veður bara beint í gegn. Í gömlu grænu skónum frá þér. Hann er með fær æsinginn frá föður sínum honum Aðalsteini Ingvarsinni sem er tempómaður. 15-18. 3-0 kafli IBF. Þetta var andlit. Þetta var andlit. Hann sló hann svona, þetta var ekkert vond. Já, þetta er bara eins og með Ígor hann í fyriráleik. Þetta hefði alveg getað... Það má slá frá sig svona út og losa þig. Það má náttúrulega geta losa sig neitt, sko. En hann var ekki með boltan. En allt í góðu, áfram gakk. Þorsteinn, frábær varsla. En vel kláraði á Íhor. Þarna þurfa menn að vera vakandi fyrir frákastinu. Og 6-6. Nei, alveg. Það er fríkast, það er verið að teika mennin. Það er að passa boltan betur. Samt sem aður. Dagur, þetta er gamli góðan hnoðið. Það er mark, Elísdór og 2 mínútur. Sjá þarna, Gunna og Steppa átna. Alveg tristir. Við tókum dansinn á liðinni. Ég tók ekki eftir því. Skrefdansinn. Gunnar Mag. Eru virkið ásáttir. Já, ég get alveg skilja það. Spurning hvort hann hafi verið í skrefum. En eins og í handbolta oft og IBF brjálaðir vilja meina að þetta sé rautt spjald. En hvað sem því líður, frábær innkoma hér hjá Elísdór. Þriggja marka munnur og svona pendullin er að sveiflast svolítið yfir til Eyjamanna akkurat núna. Já. Þetta núna næstu mínútu krúsjál. Og flott vörn. Hending kemur upp.
frænda Benóni Friðrikssonar. Gísli Rúnar neldi þessum í netið. Tuttugu 16. Já, við þurfum að fara að taka einhver stopp alnarlega. Það er vel spilaði á degi. Já. Hinn frans-spænsk ættaði þjóðverji Sveinn Hóse Rivera. Stoppaði leikinn. Svo sé eitthvað blóðgaður Gísli Rúnar. Þarf að fá aðhleyningu. Hann læra þessu. Það er eitthvað í eyranu. Rifnað úr eyrnalokkurinn. Birgir Steinn kemur inn á. Hann fer aftur inn á. Ég veit ekki hvað þetta var. Nei, þetta var eitthvað smottir í bara. Og 4 sekúndur, nú jafnmargir. Já. Og Eyjamenn komast inn í settingun út í hótt. Getur maður minkað þetta í 2 og gert þetta alvöru leik. Já. Hér í leikhúsi Draumana. Og Rauningur, frábæfur. Jakob Aronsson, það er frábæfur. Rauning. Æja, þetta var hárrétt. Snúðs aftur í 4 mörk. Það er lítið að finna nokkuð léttleikandi lið, ef svo má segja. Já. Fá kíló, en meiri snerpa. Þetta er svolítið stiftamunur á leikmönnum. Já, það vantar aðeins upp á það. Dagur. Það galopnast allt hér, að vantaði eina sendingu viðbót til að... Já, vel spilað. Sveinn Hóse og klárar þetta vel. Tuttugu 18. Vel skotið, 22 18. Vel spilað. Sjálfsögð. Já, Gabriel skorar. 22-19. Þetta er svona afturhalding heldur svona frumkvæðin í leiknum, örlítið. Og hvað skeður hann að, það er hottkast. Flott vörð, sér nú bara rétt. Þá er kallað á Gunnar Davíð Stefánsson. Eitt reynslumestli kústari landsins.
Hann er ánægður með þetta. Brokkar hér á velli. Áfram heldur J.A. Bessi svolítið að stíga út hægri væng Aftureldingar. Vel spilað og vel klárað í horn. Frábært slútt hjá honum. Það er bara góðu spil, gott spil. Þetta er bara 2 mínútur. Sjálfsögðu, ég meina, það er bara... Það bannar að hrinda. Það bannar að hrinda, nýtur kannski góðs að því að vera örlítið léttari heldur en Þorsteinn Leó. En þetta er algjör óþarfi hjá Þorsteini að ýta svona kröftulega á eftir honum. Hann þarf að vera klókari. Algjör óþarfi. Og Gunnar Magg tekur hausinn, þetta þekkjum hann skilur ekki neitt í neinu. Ég var að bíða eftir þessu. Það er spilað. Nei. Það er eins mikið millihæð og það verður Pálmi Harðarson. Brynjar Vigni kom í markið. Kukobat sestur. Það var engin skref í þessu. Sitti minn, nú er að fara í gegn. Það er högt á frábær vörn í Aftureldingu. Góð sending. Nei, það var ekkert að þessu. Og verður að taka skotið. Hann er aldrei út af Gunnar Magnússon, kom á hnén þarna. Ígor trúði Gunnari, hélt þetta væri innkast en sjálfsögðu var þetta bara fríkast að nota á velli. En frábær vörn hjá Aftureldingu. Samanskapið kannski ekki nógu vel í grundu sókn. Nei. 16 mínútur rúmar eftir og nú þarf þetta að fara að snúast ef menn ætla að fá okkur út úr þessu. En að vissu leyti spila IBA sér náttúrulega frábærlega í gegnum þessa vörn, en Sveinn Hóse klikkaði. Já, en það bara að það er að klára færin. Og hendi kemur upp. Og þessi framhjá hann varð að taka þetta færi. Já. Það kemur á þetta og Elís Þór að sjálfsögðu glæsilega spilað. Veður alla milli 1 og 2. Óhrættur. Komið 3 mörk. Væntanlega móðir hans að fylgjast með frá Ítalíu. Já. Hún er að taka sína 70.50 gráðu. Það er sjóleiðis. Tekist einn. Góð sending og þeir fara inn. Og Pavel ver þetta. Pavel staði fyrir sínu í dag. Já. Þetta er akkurat það sem Eyjamenn þurftu. Og nú erum við konur á mínútu 45, Pálmi, og þetta er svona svolítið yfirleitt í sögunni sá tímapunktur sem IBA vélinn fer í gang. Fer af stað. Þannig að nú er bara að sýna það. Nei. Það hefði verið gott í mómentinu fyrir Eyjamenn að fá markarna.
Kemur klipping og Árni Bragi að ná að hendur er komin upp, það verður að koma slút brálega. Jason brýtur, sé ekki nákvæmlega 2 eða 3 sendingar og það er þetta var frábær vörn. Já, bara frábær vörn. Þetta var stutt á milli þetta, ef hann nær ekki boltan þá endar þetta bara í 2 mínútum og víti. Já, það hefur verið alveg ljóst. En nú fá aftur mögulega að minnka til 2. Þetta er svona 3. 4. tækifæri núna á síðustu mínútu sem IBF getur minnkað til 2 mörk. Já. Arnór. Já. Klárar þetta. Það var ekkert á þetta, nei. Það er alveg tristir hennar að stefna bekkjónum og kunni mark. Já, þetta er bara þvæla. Já. Birgisteinn er að toga Arnór niður. Það sáu það allir. Losa sig. Við vorum í frábæra aðstöðu til að sjá þetta en ég skil Steppa auðvitað er hann að reyna að hrista upp í þessu. Hann veit hvað er að koma. Og frábær vörn. Já, og við komum smá hitt í húsið. Já. Þetta er auðvitað sjálfsögðu. Þetta eru keppnismenn í báðum liðum. Já. En það verður að leyfa þessum pegjum að pústa líka. Það er ekki alltaf að veifa okkur spjöldum. Já. Og Eyjamenn geta núna minnkað í 1 mark. Þetta er að snúast. Kári kominn inn á línuna. Kemur Kári aftur inn á línuna. Og Arnór minnkar í 1 mark. og 23. Og Gunnar tekur leikhlé. Þetta er svolítið, Pálmi. Hann finnur að leikurinn er að snúast. Þetta er svo við nefndi við þig að 45 mínútur búnar. Hans líkir menn, hann er að þreytast. Þegar mómentið er með Eyjamönnum, þá er það oft mjög mikið með Eyjamönnum. Já. Og hérna, en það er spurning, núna er náttúrulega ef að, ég held að þetta sé svolítið núna, ef ég ætti að veðja ykkur á þetta, þá hvað kemur núna, hvernig kemur afturhalding út úr þessu leikliði. Ef að þeir klikka næstu sókn, þá segi ég, og Eyjamenn skori kjölfarið, þá er þetta bara endi 4-5 marka sér Eyjamanna. En ef þetta verður á hinn veginn, þá held ég að afturhalding sigli inn hér eins til 2 marka sér. Já. Það er alveg líklegt scenarjó. Ellefu mínútur eftir. Sýnist Eyjakonur vera að sigla sigri. 5 mörkum yfir. Heim í Breiðholtinu. Lítið eftir þar. Siggy's cooking. Og Birgisteinn. Já. Hei, þetta eru 2 mínútur. Já, hann er náttúrulega, þetta er ekkert eðlilega heimskulegt hjá honum. Þetta er svo galið. Hann horfði á boltan og skalla. Nei, það þýðir ekkert að þetta var bara... Já, þeir voru eitthvað fastið saman og eitthvað. Nei, þetta var dómgrinda brestur hjá Birgiri.
eða Birgi. En hvað það? Afturölding 2 mörkum yfir og gott mark hjá Birgi Steini. Birgi Steini, hvað segirðu? Birgi Stein. Birgi Stein. Hvað segirðu? Hvernig fallbeirðu þetta? Birgi Stein. Nei. Óeppi. Já. Og dýrt. Tvígrip og Elis. Klauvalegt. Já. Tveggja marka munur. Já, tæft að vera skref. Já, þetta var nú klauvalegt. Það er vesen. Þeir eru að finna leið til að koma. Svo kemur... Það fara að verða erfiðara hjá Aftureldingu. Tíminn stóðar. Nú kemur væntanlega bara skot. Þetta er alltaf bara grís. Og þetta sé ekki mark. Það er ekki hægt að verjast þessu, Pálmi. Nei. Rólegir, eða ekki. Já, skoraði. Eða ekki, 23-24. Eins mark munur, 20 sekúndur í að Afturelding verði fullskipað. Og sóknir Aftureldingar er farin að verða stirðari. En það ef þeir spila svona mikið á Þorsteini, hann verður eðlilega öllítið þreyttur. Já. Ég var besti tæpur hana. Þeir halda áfram í 7-6 núna, tíminn er búinn. Það fari í 7-6 menna ég. Og góð sending. Og opna hornið og þetta er vel spilað hjá þeim. Hann er inn í teig. Jæja. Kemur skiptingin. Þetta er luxustífa hjá... Geta minkað í eitt mark enn og aftur. Vel spila, vel gripið, Kári. 24-25. Nú þurfum við stopp. Og sendi ekki hóttið. Nú koma tveir út af, tveir inn á. Herðu, Höndi hlýtur að stýttast í hana. Góð sending. Og Pavel vel! Varið. Afturelding heldur boltanum. Þeir halda áfram í 7-6. Þeir eru búin að fá góð færi núna. En Ívar Bessi kemst inn á milli. Tæpur. Góður bolti. Þeir ná boltanum í kor. Og þeir ná núna einn mörkum eftir að fóru í 7-6. Sittvíkur svarar. Eins og staðan núna virðist svona þetta vera svolítið auðveldara fyrir Eyjamenn að skora. En aftur á móti Afturelding að tróða inn marki. Já, þeir eru að taka áhættu með 7-6 og hún er að borga sig eins og staðan er.
Ja, flott vörn. Ja, nú kemur hendin væntanlega upp. Þetta að hægjast. Hendin komin upp. Þeir þurfa að sækja, ekki bara bakka. Ja, þetta vítakast, já. Þeir eru þolinmóðir. 27-25 fyrir Aftureldingu. 5,5 mínútur eftir. Já. Þá kemur Elmar aftur inn á. Arnór sækir á, finnur Kára. Nei, ósamma. Ég er ekki með þetta nákvæmlega. Kannski, hann veit meina hann hafi stigið inn fyrir í rikkingunni. Ég sá það ekki nógu vel. En lúkkaði eins og var ekki. Nei. 27-25, Afturelding getur farið bara langt við hennan leik núna. Já, mark núna, þá er þetta árið helvít erfitt. Þeir leita af Íor. Þá er þetta bara farið. Þetta er ekki farið, Pálmi minn. En vissulega erfitt. En nokkuð ljóst að 7-6 hjá Gunnar Mag, það virðist vera að virka. Þrjár og hálf mínúti eftir, 3 marka munur. Óeppin, stöngin. Nú er allt að ganga upp hjá Eyjamönnum eða þeir ætla að fá eitthvað út úr þessu leik. Elís Þórinn og skorar. 26-28. Þrjár mínútur eftir, 2 marka munur. Pálmi, sérðu þetta breytast? Við þurfum stopp núna. Það er bara þannig. Og innkast. Það Birgir Steinn upp. Það er varið. Já. Nú þurfum við mark og það er fljótt. Og Jason. Já. Og Jason skorar. 27-28. Miði er möguleiki fyrir Eyjamenn. En 2 mínútur eftir. 1 marks munur. Flottur handboltaleikur sem við erum að fá hérna í leikhúsi Draumana. Já. Hörkuleikur. Lenda eitthvað saman hana. Lenda saman. Svona típiskur handboltadómur þar sem að allir eru ósáttir.
Flott setting og vel klárað. Já, þarna fer hann langt með þetta. Það tryggir stigið. Já. Fyrri leikur IBF Afturhendingar endaði með jafntefli, þannig að það er verið að berjast innbyrðis og allan pakkan. Já. En ef Afturhending vinnur hann leik, þá innsiglaðir svo sem þetta 3. sæti svo gott sem. Já, þá eru bara fánum með þá lás eiginlega. En eins og þegar maður ræði við Eyjamenn, þá er öllum nokkuð sama. Með okkar stuðningsmenn, þá stuðningsmenn Eyjamanna, þá erum við alltaf á heimavelli. Já, þarna fer þetta. 29, 27, 40 sekundur eftir. Og Gunnar tekur leiklega eðlilega. Já. En þessi leikur væntanlega 2 stigin fara í kjúklingabæinn. Já, það er bara svoleiðis. Og það er bara eins og við náttúrulega sem Eyjamenn. Já, við sem Eyjamenn náttúrulega er bara, maður er líka þakkláttur fyrir að geta gefið 2 stig. Já. Og ef það er eitthvað sem Mosfellsbær þarf að halda á þessum tímum, það eru 2 stig. Já. Já, þeir eru bara búin að vera betri í dag. Það er bara þannig, sanngjarn sigur. En, eins og maður segir, margir tekið jákvætt út úr sig á Eyjamönnum. Það eru virkilega margir leikmenn að leggja hönd á plóg. Einungis Ívar Bessi og Nökkvi Snær sem ekki hafa komist á blað. 3. leikli Gunnar Maggi í dag. Er Maggi ekki búinn að taka neitt leikli og tekur allar leikli úr þessu? Nei. Sem er athyglisvert. Já, það er búið að segja allt fyrir, það var ekkert moment sem að kalla á það. Ekki búið neinn knýjandi þörf, þannig séð. Þú þarft að hleypa mann inn. Hendin er uppi og þetta var alltaf eins vont. Það er enginn í marki, nú þekki ég bara ekki reglunar sko. Það er 30 sekundur eftir, er þetta vítakast eða? Ég veit það ekki. Ég er ekki alveg með þetta alltaf það er enginn í marki, ég þekki ekki, ég sé bara Dagur er að Þetta þarf að gerast á okkur og 2 mínútur. Það hlýtur að stoppa tímann. Til að peppa upp. Ja, þetta breytir engum bara 10 sekundur eftir. Þeir minnka þetta bara 1 mark. Og svo bara rennur tíminn út. Það er bara svoleiðis því miður fyrir Eyjamenn. En sanngjarn sigur Afturhendingar. 28-29.